hvað stendur upp úr eftir þetta tímabil? Ætli ég verði ekki að segja einna helst að það sé bara það fólk sem ég er búinn að vera að vinna með. Sú öfluga stjórn og félagsmenn félagsins sem að ég hef haft þann heiður að starfa með. Þetta hefur að mínu viti gengið vel á undanförnum árum. Við höfum náð töluvert á okkar markmiðum og kemur á daginn eins og menn læra kannski að það þarf að sýnast þrautseigju. Það er ekkert í þessum geira sem vinnst á einum degi. Það er ekkert sem vinnst á einum mánuð. Menn þurfa bara að halda áfram að verjast og halda áfram að láta bera á þessum málum. Þá hefur, og með því hefur eitthvað unnist. Dropinn holar steininn eins og sagt er. Það eru náttúrulega þetta mál sem að má segja maður sér kannski geti verið stoltastur með. Það eru mál sem eru búin að vera lengi í farvatninu. Vörugjalda niðurfelling er eitt sem við nefnum. Við erum að sjá hina ýmsu tolla smátt og smátt fara af. Þar má náttúrulega mikið gera betur, en það er að halda sér við efnið. Að öðru leyti þá get ég sagt að ég hef haft mjög mikla ánægju að starfa fyrir félagið. Það hefur svona breikkað mína sýn, þar sem að ég hef náð að tengjast fleiri atvinnugreinum heldur en þeirri einu sem ég sit í. Og ég svona vil beina því til félagsmanna almennt að nýta sér félagið í þá átt. Það er stærri heimur heldur en einungis geirinn sem maður situr sjálfur í og það má læra ýmislegt og vinna með öðrum geirunum með því að skoða hvað það er sem þeir eru að gera. Þannig að ég met þessi ár mikils að hafa, það má eiginlega segja verið þess heiðurs aðnjótandi að sitja sem formaður í félaginu þessi 4 ár. Sem að sýnir sig kannski að ég mun sitja áfram í stjórn í einhvern tíma til viðbótar. Þannig ég hef ekkert sérstakt frekar sem að ég nefni í þessu sambandi. Ég heldur bara almennt verið mjög ánægður með þetta.